sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og ég ætla að vera með ykkur næsta hálftímann. Hjá mér í dag eru þær Björg Ásta Þórðardóttir formaður MS-samtakanna og Vilborg Jónsdóttir formaður Parkinsons-samtakanna. Velkomnar. Takk fyrir. Og einnig hjá mér hann Þórir Ingi Friðriksson, en hann skrifaði grein í Stundin á dögunum henni byrjun júní, þar sem að staða eiginkona hans Margrétar Sigríðar Guðmundsdóttur rakin, en hún svona, ein af þeim sem að kannski þarf fyrir aldur fram sett í þá stöðu að þurfa að sækja vist á hjúkrunarheimili vegna síns sjúkdóms, en svo það kannski ekki eins einfalt og maður hefði ætlað heldur, þannig að við stöndum frammi fyrir því að yngra fólk sem þarf að fara inn á hjúkrunarheimili þarf að dvelja jafnvel með gömlu fólki á níræðis- og tíræðisaldri vegna þess að það ekki til nein deild fyrir ungt fólk á hjúkrunarheimilum. Þannig að mér langar aðeins samt svona að byrja að beina málinu mínu til, kannski ef ég byrja þér Vilborg, hvernig með þetta inn í félagana í Parkinsons-samtökunum? Þessi þörf til staðar þar líka? Þetta kemur náttúrulega upp annars slagið, en eins og Parkinsons-sjúkdómurinn að þá eru nú flestir sem greinast yfir 60, en svo eru 1 af hverjum 10 eru undir 50, þannig að þetta mál kemur upp af og til og nú síðast bara núna á vordögum. Þannig að þetta alveg svona nýtt svona mál hjá ykkur líka. Já. Og Björg Ásta, þetta þekkt alveg í MS-samtökunum líka. Já, þetta nefnilega kannski aðeins ólíkt Parkinsons-samtökunum að þá eru við MS-fólk einumst með sjúkdóminn frekar ung og hann leggst ólíkt á okkur, en við erum að sjá það að þetta að hafa töluverð áhrif, það að segja þetta úrræðaleysi sem við myndum kannski segja á okkar fólk, og þegar við erum að tala kannski fjölda, að þá þetta kannski ekki, þetta ekki há tala, en þetta samt sem áður viðvarandi vandamál og það viðvarandi þörf á úrræði fyrir fólk sem undir 67 ára og til þess að koma inn á hjúkrunarheimili eða fá þjónustu sem að gagnast þeim og raunverulega þau þurfa á að halda. Þannig að þetta alveg ástand sem að búið að vera við lýði í mörg ár, og það kannski bara núna sem að sérstaklega það sem að hjúkrunarheimilin eru sem mikill fókus á þeim og bæta þá aðstöðu sem þar að þá eðlilegt að taka tillit til þessa hóps sem einmitt nákvæmlega þarf að fara inn á hjúkrunarheimili snemma, en aldurssamsetningin á hjúkrunarheimilum í dag skapar auðvitað mikla áskorun fyrir þetta fólk. Og ég meina, þjónustuþörfin öðruvísi hjá yngra fólki heldur en eldra fólki. Geturðu lýst því aðeins fyrir okkur? Já, þetta auðvitað þannig að þegar þú ferð inn í hjúkrunarheimili þá ferðu inn í ákveðið kerfi sem og það svolítið tekin úr sambandi við önnur kerfi sem eru innan heilbrigðiskerfisins. Þannig að til að mynda höldum við úti dagþjálfun í MS-setrinu, og þegar þú ferð inn á hjúkrunarheimili þá áttu ekki lengur rétt á að sækja þá þjálfun. Þú raunverulega missir þarna sjálfstæði, þannig að þú raunverulega fær frá vasapeninga úthlutaða. Þannig að þú til að mynda að halda úti fjölskyldu, átt börn og maka og jafnvel húsnæði, að þá auðvitað þú ekki í stakk búin til þess að mæta þeim skuldbindingum þegar þú farin inn á hjúkrunarheimili og síðan auðvitað það sem auðvitað kannski, ef ég horfi bara á einmitt fólk sem barnafólk og jafnvel á
á ung barnabörn að taka á móti fólki, mökum og börnum inn á hjúkrunarheimilum. Þetta getur verið erfitt, sérstaklega þegar það ekki verið að svona búa til umhverfi sem barnvænt og þannig að þetta áfall. Ég held að þetta sé bara fyrst og fremst áfall fyrir fjölskylduna í heild þegar fólk fer inn á hjúkrunarheimili í þessari stöðu. Og það er eiginlega svolítið skrítið að við séum ekki búin að hugsa fyrir því fyrr og allavega framkvæma það að búa til bara sérstakt úrræði, sérstakt heimili eða sérstakt búsetu úrræði fyrir svona fólki í þessari stöðu, sko. Því þetta er kannski ekki síður, sko, þetta náttúrulega kannski bara andlegt áfall og líka fjárhagslegt áfall, vegna þess að þannig verði líka svipta fólk því að geta haldið uppi húsnæði fyrir börnin sín og maka og haldið sínu skuldbindingum. Já, svo kannski líka það sem er einmitt og bara fá að taka þátt í lífinu. Til dæmis bara fara og fara í fara heim jólin og bara svona fá að taka þátt og þá þarftu að fá sérstakt vilyrði frá sveitarfélaginu liðveislu og þetta allt einhvern veginn, þessi úrræði bara einhvern veginn virka illa fyrir þennan hóp sem við höfum sett upp. Já. Segðu mér, Þórir, þið bara upplifið þetta fjölskyldan núna, það byrjar með því að hún Margrét eiginkona þín er lögð inn á spítala í byrjun árs? Já. Eða okkur aðeins þessa sögu? Já, hún veikist bara hérna heima í 7. janúar og fer inn á spítala. Og svo þegar útskriftarteymið ætlar að útskrifa hana, þá áttaði sig á því að hún ekki með næga þjónustu heima fyrir frá okkar bæjarfélagi og það tekin ákvörðun á fundi að það sé best fyrir hann að fara á hjúkrunarheimili. Sem að við vorum svo sem búin að, það var umsókn sem lá inni svo sem frá því við vorum haustið og svo heldum við þetta bara að tæki eitthvað ferli við, sko. Að þetta sótt spítalinn og var að sækja þetta fyrir hana en svo bara tók við svo löng bið. Við erum búin að bíða núna, hún er búin að bíða í rúma 6 mánuði eftir að komast inn á hjúkrunarheimili. Og þetta gerist í miðjum COVID-19 faraldri, þannig að... Já, svo kemur það náttúrulega í kjölfarið, þannig að hún fer í einangrun í einhverja rúma 2 mánuði, fær ekki að heimsækja neinn og má ekki fara út úr herberginu nánast. Það þorir heldur ekki út úr herberginu því hún náttúrulega hrædd við að veikjast. Af því það var náttúrulega á bæði deildinni sem hún var á, það voru smitaðir og hún var hrædd við að smita sjálfa því að hún er með svona undirliggjandi öndunarerfiðleika. Þannig að það var mjög erfitt fyrir hana að geta ekki hitt neitt, sko. Svo það annað sem við erum að sjá varðandi líka bæði spítalann og hjúkrunarheimilin, að í þessum faraldri náttúrulega einhvern veginn missti fólk bara sjálfstæði sitt, eða svo sjálfræði, algjörlega. Já. Hún var náttúrulega svipt bara sjálfræði í rauninni bara með því að vera sett inn á spítalann og föst það, sko. Hún var náttúrulega bara svona sjálfstæði þó hún væri hérna heima með mikla þjónustu. Þá gat hún farið að versla og svoleiðis með aðstoð. En var það þannig, þá er það þannig að hún kemur inn á spítalann og spítalinn metur sem svo að hún þurfi meiri þjónustu og þurfi eigi að sækja inn á hjúkrunarheimili og hefur hún komist heim eitthvað í millitíðinni, er hún ennþá inn á spítala að bíða eða hvernig er staðan? Já, hún er ennþá inn á spítalanum og ég boðið henni heim í mat svona á sunnudögum og verið að fara með henni smá ísbíltúr eða svoleiðis aðeins að létta henni stundir. En hún er ennþá að bíða og núna er hún búin að vera í 6 mánuði þannig að hún er dottin út af bótakerfinu. En hún er ekki á neinum bótum og er að fara svo í hvíldarinnlögn í ágúst og hún er ennþá að bíða eftir hjúkrunarheimili og það er ekkert
ekkert í stöðunni ennþá að það sé að losna fyrir hana, sko. Hún þarf það mikla aðstoð, sko. Hjúkrunarheimilið gerir ráð fyrir 4 tímum á sólarhring í aðstoð fyrir einstakling og hún þarf eitthvað 6-7 tíma og þar með vill hjúkrunarheimilið ekki taka við henni því að þeir fá ekki borgað nema bara fyrir 4 tíma. Þannig að það núna stríð á milli dvalarheimilis og ríkisins hver á að borga mismuninn. Þannig að þeir vilja ekki fá hana inn. Finna það búið að leysa þau mál. Þannig að hún stoppar á spítalanum. Þetta náttúrulega bara, sko, með ólíkindum. Af því að ég meina nú í lögum sveitarfélög eiga að sinna, sveitarfélögin eiga strangt tekið, samkvæmt lögum, þeim ber skylda til þess að sinna fólki sem að þarf aðstoð og ríkið náttúrulega skrifar undir líka samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þannig að ríkið líka bundið og á að veita fjármagni, eða veita sveitarfélögum fjármagn líka til þess að standa undir þessu. Þannig að þetta náttúrulega bara, þannig verða bara, myndi maður halda, sko, við erum svona fljótt á liti, finnst manni bara verið að brjóta lög af fólki, sko. Sjáu þetta ekki þannig líka Ástbjörg og Vilborg? Jú. Jú, sko, og þetta dæmi, og ég held að séu reyndar fleiri, og við sendum erindi á ráðherra byrjun júní, þar sem við köllum eftir því að það sé brugðist við þessu ástandi, því að það ekki bara það að það sé ekki verið að mæta einmitt þessum einstaklingsbundnu þörfum og maður myndi halda að til dæmis mögulega væru úrræði eins og NPA og fleira sem ætti að skoða og meta, en það sem við erum að sjá að sko, það ekkert í lögum sem að hindra það að raunverulega einstaklingar raunverulega fái ítrekaðar hafnanir á beiðnum sínum að komast inn á hjúkrunarheimili. Því það alltaf þannig að hjúkrunarheimilin fá val um 2 einstaklinga og eftir heilsu og færni mat, og það eru 2 einstaklingar sem eru þau í brýnustu neyðinni og raunverulega það bara hjúkrunarheimili sem velur einmitt mögulega út frá fjárhagslegum sjónarmiðum hvor einstaklingurinn á að koma inn, og það getur verið þannig að einstaklingur sem mikla þjónustuþörf, hann fái bara ítrekaðar hafnanir og komist einfaldlega bara ekki inn á hjúkrunarheimili. Já, því hann bara kostar á mikið. Og þannig við erum komið með eitthvað svona rekstra ruggling, sko. Hjúkrunarheimilin er rekin af, sko, ýmsum aðilum, stéttarfélögum, SIBS, hinum og þessum, en í samvinnu við hvað sveitarfélög og ríki. Og samt sem áður einhvern veginn getur hjúkrunarheimilið sagt bara nei, við viljum ekki taka þennan sjúkling, hann kostar á mikið. Þannig að þetta verður kannski sjúklingurinn fyrir því að honum hafnað ítrekað. Já, hann verður bara fyrir bara mismunun. Já. Það og ég vil kannski bæta inn í þarna að þetta til dæmis eitt af því sem við vöktum athygli á líka við sko, formann og varaformann velferðarnefndar Alþingis, að þetta þarf að grípa inn í, það þarf að laga regluverkið. Sko, þó það væri ekki nema það að setja hámark einfaldlega á það hversu oft einstaklingi má vera hafnað. Já, og því að sko algjörlega óháð því að hvort að hjúkrunarheimili sem slíkt sé besta úrræði, og það eitt sem við þurfum að hugsa. Þetta verður á að vera þannig að við sko, það líka skuldbinding að veita þessa sko persónubundnu þjónustu. Þannig einstaklingur getur lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi. En svo það hitt, og það það að einstaklingur velur að hann vill koma inn á hjúkrunarheimili, og þá einfaldlega hún bara ekki fært. Og það einhvern veginn enginn sem að passar upp á það að það sé þarna allavega eitthvað öryggisnet. Þannig að fólk bara einhvern veginn á vergangi í kerfinu. Já, einmitt.
En nú veit ég til þess líka einmitt að við erum með allavega, ég veit af MS-fólki sem er inn á hjúkrunarheimili og vill ekki vera þar, vill fá NPA-þjónustu, í bið eftir NPA-þjónustu. Og ég ræddi þetta nú aðeins við þig Þóri líka í símann í gær, varðandi NPA. Þú komst með mjög góðan punkt einmitt varðandi, ég meina það hefði bara ekkert verið í boði að sækja NPA-þjónustu þannig að því þar voru bara úthlutanir í janúar og ekki satt. Já, mér skilst að það er náttúrulega búið að úthluta fyrir 2020 núna. Það er venjulega gert í janúar. Þannig að þó maður fari á bið fyrir 2021, þá er það ekkert víst að maður nái því, sko. Það er bara ákveðin fjöldi sem að fær úthluta. Já, einmitt. Þetta kannski ekki líka fyrir alla að sjá að ráða starfsmenn og allt utanumhald. Utanum það er ekkert auðvelt, sko. Nei, einmitt. Þannig að kannski það þyrfti að vera í rauninni, eins og þú segir líka Björg Ásta, það þyrfti að vera einhver svona fjölbreyttari úrræði í rauninni, einhvers konar búsetuúrræði sem að væri ekki beint hjúkrunarheimili en samt sem uppfyllti þessa þjónustuþörf og væri fjölskylduvænt. Klárlega, og ég held að sko, við ættum að reyna að brjótast út úr þeim hugsunarhætti sem að svolítið svona loðir við kerfið í dag, að við séum annarkvort bara hér eða þar, annarkvort hjúkrunarheimili eða þú ert út í samfélaginu. Það hentar okkur ekki og ég held að í raun og veru sko, átta ég mig ekki nákvæmlega á því sko, hversu vel þetta kerfi hentar megin þorra þeirra einstaklinga sem inn á hjúkrunarheimilum, en allavega varðandi þennan yngsta hóp. Það er alveg klárt mál að þetta hentar ekki og sko, það er þannig að við vitum einstaklingar sem til dæmis hafa verið í dagþjálfun hjá okkur í MS-setrinu í sko 10 ára og það er gríðarleg sorg að þurfa að flytjast inn á hjúkrunarheimili einfalt út af því að þú getur ekki lengur sótt þessi dagþjálfun. Og þetta er einhvern veginn, maður skilur ekki nákvæmlega fyrir utan fjárhagslega þáttinn í þessu, það er einhvern veginn þannig að það má ekki borga fyrir því á 2 stöðum, að maður skilur ekki af hverju við hugsum þetta svona. Og því að þarna í raun og veru, við horfum til dæmis á yngra fólk sem þarf að sækja þessa þjónustu, þessa raunverulega viðvarandi þjónustu mögulega inn í hjúkrunarheimilum eða með NPA, maður skilur ekki af hverju það er ekki hægt að blanda þessum úrræðum. Af hverju getur ekki verið með bæði úrræðin tæk. Og þarna hugsa maður sko líka að þetta er kannski ákveðin togstreita á milli sveitarfélaga og ríkisins. Og á milli verða einfaldlega bara fólki sem er að nota þjónustu. Og mér finnst það ótækt og við hefum alls ekki sætt okkur við það að þetta sé bara svona einhver svona kerfisvilla sem að leiði til þess að lífsgæði okkar eru skert. Og þannig að ég tel mikilvægt fyrir það fyrsta að horfa á hvernig getum við blanda saman úrræðum sem að henta. Nákvæmlega eins og það að það getur verið hentað að þú sért mögulega að hluta í svona þjónustu úrræði þar sem að þú ert með stuðningi í þinn eigin búsetu og síðan líka mögulega geta haldið húsnæði annars staðar þar sem að þú ert með fjölskyldu, skilur. Þannig að við þurfum að opna þess kerfi, en það sem við til dæmis höfum verið að þrýsta á, sem ég held að sé eitthvað sem hægt að gera til skemmri tíma litið, og það er einmitt að búa til einingar inn í núverandi hjúkrunarheimilum þar sem að yngra fólk getur átt búsetu, þar sem við reynum að mæta þessum þörfum, gerum umhverfið bara einfallega þannig að fólk geti tekið á móti börnum, geti tekið á móti barnabörnum, geti átt í innihaldsríkum samræðum við fólk á svipuðu reiki, ekki einhvern veginn vera innan kastu fólk og bæði út frá aldurssamsetningu og mögulega út frá bara líka með ástandi sem að það einhvern veginn á ekki samlunni. Nú stóð til það var möguleiki að opna svona sérstaka deild þarna á Sléttuveginum og Hrafnistu Sléttuveginum, ekki satt? Þóri, þið og Margrét var búin að fá hvað vilirði að komast þangað inn þannig á tímabili eða? Já, það var spítalinn gerði bara mistök að hann sagði henni að hún væri komin þangað inn en það var vist ekki, svo var það dregið tilbaka. Já, einmitt. En það var búið að græja það að það yrði deild inn á Sléttuveginum sem væri fyrir yngri en 67 ára.
en það bara, og það var allt klárt til þess að hafa svolítið styrkt. En það bara, þetta stoppaði hjá ríkinu. Þannig að það varð ekkert úr því, allavega ekki eins og en það á stefnuskránni og búið að samþykkja hjá Hrafnistu, sko. Já, einmitt. En svo er ríkið að draga lappirnar að veita aukin fjárstuðning til þess. Já, því að yngra fólk þarf venjulega meiri þjónustu og meira svona umstang heldur en eldra fólk. Já. Og það stoppar á peningamálum. Það kostar meira að vera með undir 67 ára á hjúkrunarheimili heldur en eldra fólk. Já. Þannig að það er Já. Og Vilborg, segðu mér, þið farið til Svandísar með þetta erindi, hafið þið fengið einhver viðbrögð? Nei, það var reyndar MS-samtökin sem fóru og hittu. Já, ok. Þannig að, Björg, þú getur kannski svarað þessu betur. Já, sko við þetta fórum á fund, ég og framkvæmdastjóri MS-félagsins fórum á fund Svandísar ráðherra bara í febrúar, fyrst, til að ræða stöðu ungs fólks á hjúkrunarheimilum meðal annars og kölluðum eftir því að það yrði hafist handa við að gera eitthvað ráðstafanir. Síðan kemur þetta mál upp núna hjá Margréti og einum öðrum einstaklingi og þá sendum við erindi núna 8. júní á ráðherra og við krefjumst þess að það sé brugðist hratt við og við sendum enda líka erindi á landlækni og velferðarnefnd Alþingis og við vorum einmitt að fá tölvupóst í dag þar sem við fengum umverulega fyrsta formlega svari þar sem við vorum upplýst það að það væri verið að vinna í málinu. Þannig að engin efnisleg svör og ákveðin vandræðagangur myndi ég segja við málinu. Þannig að við erum svolítið svekkt yfir þessari afgreiðslu og við erum þetta einstaklega sárt að til að mynda Margrét sé látin ég skal ekki segja dúsa en ég meina látin bíða inn á spítala í marga mánuði án þess að það sé nokkuð raunverulega einhver haldbær lausn í sjónmál. Ég held að við getum alveg bent á svona mannréttinda lög held ég sem maður geti alveg fært rök fyrir því að verið var að brjóta með því að halda henni. Við vorum allavega á því og við einmitt segðum frá því að við raunverulega héldum því fram í okkar erindi til ráðherra að hér væri mannréttindabrot að ræða. Og ég finnst og það er raunverulega sama hvert litið að þetta er algjörlega óviðeigandi. Já, einmitt. Þannig að við munum halda áfram að þrýsta á svör en svo líka að það sé komið á úrræðin til langstíma þar sem að við komum í veg fyrir svona aðstæður. Já, einmitt. Vilborg, vitið þið einhver fleiri félög sem heldur en MS-félagið og Parkinsonfélagið sem að standa frammi fyrir þessu? Hafið þið eitthvað rætt við önnur félög? Nei, við höfum nú ekki gert það ennþá, en mér finnst það nú bara ekki ólíklegt að það séu fleiri sem standa frammi fyrir þessu. Já, ég held það nefnilega líka. Mig grunar það sterklega. Allavega hefur maður heyrt alveg af bara fólki með aðra sjúkdóma sem hafa þurft að fara inn á hjúkrunarheimili En þetta er held ég eitt af því sem að líka nýstofnaður húsnæðishópur hjá Öryrkjabandalaginu þarf að bara leggjast í að rannsaka. Hver er staðan inn í félögunum og hver er þörfin og upp á líka það sé hægt að samræma þessi baráttu. Alveg klárlega, ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum að vinna að saman og sem kannski skortir helst finnst mér bara þegar við erum að horfa á kannski hagsmunabaráttuna. Það eru tölur, okkur skortir yfirlit yfir það hversu margir einstaklingar eru í þessari stöðu og því að þá náum við betur utan vandamáli í heild sinni. Við sjáum þetta hins vegar að vandamáli er mjög sértækt eða við sjáum þessi kannski úrtök og hjá okkur vitum við kannski 67 einstaklinga
sem að eru í eða eru fyrirsjáanlega í þeirri stöðu að fara inn á hjúkrunarheimili og þá er þetta bara sama baráttan þar. Hafið þið eitthvað íhugað bara að kæra þetta og eins og með mál Margrétar? Nei, raunin ekki sko. Okkur er alltaf sagt að málið sé í vinnslu. Ég er bæði búin að vera að tala við Hrafnistu og ráðherra sko. Og þetta er alltaf bara verið að vinna í þessu. En þetta dregst rosalega langinn sko. Og það eru margir að reyna að ýta á þetta með okkur sko, en það virðist lítið ganga sko. Maður veit ekki, maður er svona bara eiginlega svona vopnlaus hvað maður á að gera í þessu sko. Já, ég fór aðeins að svona googla hjúkrunarheimilin og lögin og eitthvað svoleiðis og það virðist vera sem að það hefur við svolítið ítrekkað verið þannig að hjúkrunarheimili hafa verið að kæra ríkið fyrir að veita ekki næga fjármuni í reksturinn. Þannig að en maður svona hugsa með sig, já, einmitt, hvort að líka bara, já, hvort að Öryrkjabandalagið geti aðstoðað við einhver svona kærumál. Það þarf líka, einmitt, til þess að hrista upp í kerfinu, það þarf náttúrulega kannski bara að benda alla rækilega á með bara í gegnum lagalega leið, ég veit það ekki, maður veltir því fyrir sér. Já, maður þarf helst að vera í einhverju samtökum til þess að kæra, sko, það er eiginlega erfitt fyrir einstaklinga að vera að kæra, það þarf að vera einhver svona sterkur á bakvið mann, sko. Já, það þyrfti að fara gegnum sko. Félagið og Öryrkjabandalagið og eitthvað einhver þá leið vantanlega. Já, það eru fleiri sem koma svo eftir Margréti í þessu. Já, nákvæmlega. Þetta er ekki bara lausnið með hana, það þarf að leysa þetta lengra, sko, til frambúðar. Já, og svo eins og Björg, þú talar um að, einmitt, þetta er margþætt vandamál líka, því svo er fólk inn á hjúkrunarheimilum sem er kannski ekki ánægt og upplifir sig fast og vill komast í NPA eða vill hafa einhverja öðruvísi fjölbreyttari lausnir á sínum búsetuúrræðum. Já, og svo er þetta líka sko, einmitt, það er akkúrat málið. Svo er þetta líka kannski bara svo þjónusta sem þú færð inn á hjúkrunarheimilum, sem að maður hefur auðvitað ákveðnar áhyggjur á. Kannski er það aðeins fjölbreytt eða ólíkt að milli heimila, en svona í grunninn að til dæmis eins og bara iðjuþjálfun er í hópi og iðjuþjálfun er þar að leiðandi sko aldurssamsetning hópsins skiptir það máli upp á það hvort að þú raunverulega finnir þig eða njótir þessari þjálfunar eða sjúkraþjálfun, hversu öfluga sjúkraþjálfun færðu og hversu gott aðgengi þetta er að bara hjálpatækjum og því að það er líka ákveðið vandamál að það er auðvitað þannig að hjúkrunarheimili þarf miklu leyti til að standa straum af öllum kostnaði sem að fellur til og það er auðvitað kannski ekki alltaf einmitt hjá þeim hópi sem er kannski svona færanlegur til að svona skilur lífi bara breytist og þú ert kannski bara í miðri vegferð og þú vilt kannski bara vera, ég veit það ekki, bara til tuskið skilur, þú vilt bara lifa lífinu. Já, þú þarf kannski bara að geta hitt vinniðinn á kaffihúsi líka eða eitthvað svoleiðis og þú sért á hjúkrunarheimili. Og það er bara, skilur, og það er okkar verkefni er að tryggja þessu fólki bara eðlileg lífsskilyrði. Bara þrátt fyrir það að þurfa að vera inn á hjúkrunarheimili og til dæmis eins og við horfum til Danmerkur, að þar er kerfið eilítið öðruvísi að þar raunverulega færðu aðgang að svona þjónusturými eða hjúkrunarheimili, þú leigir en þú færð samt sko bara tekjur, menn þú ert ennþá inn í sjúkratryggingakerfinu, sjúkratryggingar borga lyfið þín og þannig að þú ert ennþá þáttakandi einhvern veginn í samfélaginu alveg svo byggir heima hjá þér en þú færð þessa þjónustu, þannig að og það er svo mikilvægt. Já, einmitt. Þannig að einmitt, þetta snýr ekki bara búsetun, þetta snýr líka náttúrulega bara að hvernig tekjumálunum er háttað, að þú dettir ekki og kerfin, að þú dettir ekki bara út úr, missir ekki örorkubæturnar þínar og dettir ekki út úr bara lífinu þannig lagað. Já, ekki þar, ég meina 70.000 krónur í vasapening, við vitum það að það dugar skammt. Já, einmitt. Já, heyrðu, ég vona bara innilega að þetta mál
og þessi mál bara hljóti einhvern farveg og ég vona að ríkið fari nú að hysja upp sig buxurnar í þessum málum, þess að þetta náttúrulega bara ótækt. Þetta svona, og ég veit allavega fyrir mig að ég meina maður bara og við sem erum inn í þessum félögum, maður hugsa bara að þetta geti alveg verið ég í þessari stöðu. Þannig að þetta bara eitthvað sem maður tekur inn á sig, virkilega. Þannig að ég vona svo sannarlega að ríkið fari að skoða þetta af alvöru og festu og eitthvað verið gert. Og við höldum bara baráttuna áfram og talum þetta. Og ég vona að Öryrkjabandalagið geti líka liðsinnt í þessu máli. Og ég þakka ykkur innilega fyrir komuna, Þórir og Björg og Vilborg. Takk fyrir. Og ég þakka ykkur áhorfendum áhorfið og minni á Facebook síðan okkar Öryrkjaráðið. Bless, bless.